Velkomin í hugleiðslu fyrir svefn. Findu þægilega stöðu, komdu þér þægilega fyrir í rúminu, liggjandi á bakinu með hendur niður meðfram síðum og lokaðu augunum varlega. Byrjaðu á því að anda djúpt inn nefið og findu hvernig brjóstkassinn og kviðurinn rísa við innönduna. Andaðu rólega frá þér í gegnum munnin. Slepptu allri spennu eða streitu sem þú gætir verið að halda í. Endurtökum þetta einu sinni en öndum djúpt inn nefið, finnum brjóstkassann og kviðinn rísa. Öndum svo rólega frá okkur í gegnum munnin. Taktu eftir öllum hugsunum þínum eða áhyggjum sem kunna að þyrlast í huganum. Í stað þess að taka þátt í þeim skaltu einfaldlega viðurkenna nærveru þeirra og láta þær fljóta framhjá eins og ský á himni. Færðu athyglina þína aftur að andardrættinum og með hverri útöndun losar þú spennu og eirðarleysi sem eftir er. Haltu áfram að anda á þennan hátt í nokkur augnabliki viðbót og leyfðu þér að sökkva dýpra og dýpra í slökunar ástand. Og ímyndaðu þér að þú sért á friðsælum stað, jafnvel umkringt náttúrunni. Gefðu þér tíma til að kanna umhverfið í huganum. Hvaða liti sérðu? Hvaða hljóð heyriru? Hvaða ilm finnurðu? Vertu meðvitaður líkama þinn og taktu eftir hvort það sé einhver stífleiki einhver staðar í líkamanum. Leyfðu stífleikanum og spennunni að leysast upp. Dragðu djúpt andann inn í spennuna og andaðu djúpt frá. Láttu hvern andardrátt vera eins og golu af fersku lofti sem umlykur þig. Andaðu rólega að og frá. Findu frið innra með sjálfur þér eða sjálfum þér. Taktu eftir því hvernig þið líður. Einmitt á þessari stundu. Láttu hugsanir sem koma svífa framhjá eins og ský. Við hægjum á önduninni og slökum betur og betur á með hverjum andardrætti. Við skönnum líkamann frá toppi til táar, hægt og rólega og svífa á endanum inn í draumalandið. Við byrjum á því að setja all okkar athygli á tærnar. Tærnar á hægri fæti, tærnar á vinstri fæti, allar 10 tærnar. Færum svo athyglina upp undir iljarnar, bæði hægri og vinstri. Færum svo athyglina undir hælana, hægri og vinstri. Þaðan fyrir athyglina upp í kálfana okkar. Tökum eftir hvernig þið snerta dýnuna.
Færum athyglin upp í hnésbótina. Skönnum svo aftanverð læri, alveg frá hnésbót og hægt og rólega upp að rassvöðum. Setjum svo athyglin á rassvöðvana. Pössum að þeir séu alveg slakir. Færum svo athyglin út í mjaðmir, hægri mjöðm og vinstri mjöðm. Síðan framan á náran, hægri og vinstri. Færum athyglina framan á lærin og skönnum lærin frá nára og alveg niður að hné. Setjum svo athyglina á hnén sjálf. Svo sköflungana. Ökklana. Ristarnar. Og alveg niður í tær. Fótleggir okkar eru nú þungir og slakir og líka hreyfingarlausir. Færum næsta athyglina út í fingur. Allar 5 fingur hægri handar og svo fingur vinstri handar. Veitum þeim athygli. Ekkert að hreyfa eða spenna. Bara færa athygli okkar þangað. Færum svo athyglina inn í lófana. Upp í úlnliðina okkar. Framhandleggina. Bæði framanverðan og aftanverðan. Svo fyrir athyglin næst upp í olnboga. Síðan í upphandleggina. Bæði framanverðan og aftanverðan upphandlegg. Setjum svo athyglina á axlirnar okkar. Fyrst hægri öxlina, svo þá vinstri. Upp í herðarnar. Þar situr oft stífleiki og margir upplifa vöðvabólgu. Það er mikilvægt að slaka vel á og anda djúpt, anda inn í stífleikan. Og reyna að losa hann. Færum svo athyglina á milli herðablaðana. Veitum svo athyglinni öllu svæðinu sitt hvoru megin við hrygginn, bæði hægra megin og vinstra megin, og fikrum okkur hægt og rólega niður á mjóbakið. Veitum svo mjóbakinn okkar athygli.
Færum svo athyglinni yfir á neðsta hluta kviðarins. Og svo svæðið fyrir neðan nafla. Veitum svo naflanum sjálfum athygli. Og svo svæðinu fyrir ofan naflan. Setjum all okkar athygli á hægri rifjabogann, það er að segja öll rifbeinin á hægri hlið. Og svo vinstri rifjabogann, öll rifbeinin á vinstri hlið líkamans. Færum svo athyglin upp í brjóstkassan. Upp á bringuna. Framanverðan hálsinn. Upp í kjálkana. Aftanverðan hálsinn. Hnakkan. Allan hársverðin. Setjum svo athyglina á ennið. Setjum athyglina næst á allt svæðið í kringum augun. Augnlokin eru þung eins og blý. Setjum athyglina á kinnarnar. Þær eru slakar. Setjum athygli á svæðið í kringum munninn. Allt andlitið slakt. Allt höfuðið slakt. Allur búkurinn er slakur og þungur og handleggir okkar líka. Taktu nú eftir því hvernig líkami þinn er allur orðinn þungur. Hann verður þyngri og þyngri og þú sekkur ofan í rúmið. Líkaminn er svo þungur að þú getur ekki hreyft þig þótt þú vildir. Fæturnir eru þungir. Handleggirnir eru þungir. Mjaðmirnar eru þungar. Allur líkaminn þungur. Áður en þú ferð að sofa skaltu taka smá stund til að tjá þakklæti. Þakka sjálfum þér fyrir þennan tíma sem þú hefur tekið fyrir sjálfum þig. Þakka þér fyrir að setja velferð þína í forgang og skuldbinda þig til þessara iðkunar. Losaðu nú varlega alla spennu sem gæti verið eftir í líkamann. Leyfðu þér að fara inn í djúpan
og afslappandi svefn, vitandi að þú ert nákvæmlega þar sem þú átt að vera. Dreymi þig vel.